Komið sæl og velkomin í Kalda pottinn þessa vikuna. Hjá mér stóð Unnur Birna Björnsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Það tradisjón, svona sletta á ensku, að skála í Jesúlavík í byrjun hvers þáttar. Og ég segi þetta enn og aftur segi þetta alltaf. Ég er bara nokkuð viss, við svo hjátrúarfullir, við erum að gera þetta yfir 20 þætti. Ef ég gleymi þessu, þá klúðra ég þættinum endanlega. Og verður þetta eitthvað bara... Disaster. Disaster. Já, en gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Ég finna þetta hefur jákvæð áhrif á brjóstamjólkina. Bara spyrja það strax. Þetta ég er ekki með glerun, ég sé ekki. Þetta er sem sagt eins og holy water. Já. Heilagur strásykur. Og límónur þarna. Já. Það getur, mjög gott. En svona í grunninn er þetta bara gamli límón og þetta ykkur. Einmitt. En hvað segirðu? Hvað að frétta? Bara allt. Frábært. Og ekkert, bara jákvætt og gott og æðislegt bara, held ég. Já. En svona við byrjum bara að fyrir svolítið í gegnum bara upphafið. Ertu hvergerningur í grunninn? Nei. Nú kemur erfið þessi spurningunni, hvaðan er ég? Þannig að mér langar að segja svona eins og, já, ég get allavega sagt að ég sé frá Íslandi. Já, frá Íslandi. Já. Það var gítarleikari sem heitir Paul Wheaton sem var svona African-American maður sem bjó í Noregi og hann var spurður mitt where are you from? Og hann sagði I'm from the world. Góður. Af því að hann veit ekki segja neins þar hvar upphafið var. Nei, ég fæddi í Reykjavík, bjó fyrst í Kópavogi, flytt svo 30 ára norður, laugum í Suður Þingeyjarsýslu. Bara út í Raskap. Út í Raskið. Pabbi hann var, hann vill ekki vera að gera sama hlutan í meira en 10 ár í senn. Það er hellingstími, 10 ár. Og var búinn að vera að kenna í Snælandsskóla í 10 ár og var komið með nóg og vildi gera eitthvað nýtt og sá auglýsingu í blaði, skólastjóri tónlistarskólans og laugum var að auglýsa eftir stöðu Já, þannig að þau bara ákveðu að prófa að fara í 1 ár og ég var það 30 ára og þau enduðu þannig 7 ár og svo fluttu við til Akureyrar þar var ég í 10 ár og svo fór ég til Reykjavíkur í Hafnarfjörð og svo til Reykjavíkur og svo í Hveragerði en ég ætla svona að fá að vera bara úr Hveragerði má ekki bara vera það þetta er svo erfið spurning, hvaðan ertu? Þetta er svo klassísk spurning ég veit það við spyrjum hvort annað þessu reglulega og ég hef alltaf öfundað fólk sem getur sagt bara ég er frá Akureyri, ég er frá Selfossi eða eitthvað bara ég get sagt ég er frá Reykjavík hann til 13 aldur og það tók vilsa við í áratugi en þú varst þarna og pappiðinn var tónlistarskólastjóri á Laugum og mamma kenndi í framhaldsskólanum já, en skóli og leikskóli og allt það var það allt á sama stað? Já, það var bara ég byrjaði í leikskóla í sama húsi og við byggum í og pappi var að kenna tónmennt bara í stofinni á móti svo var þessu breytt minni mig á meðan ég var í leikskóla þá færðist þetta tónlistarskólan og leikskólan yfir í næsta hús já, grunnskólinn var bara við hliðina á við byggum í stóra húsinu þar sem var 2 íbúðir og tónlistarskóli, leikskóli og grunnskólinn var við hliðina á svo svissaðist þetta og við fluttum hinum megin í dalinn það var bara svona beint á móti grunnskólinn færðist þangað þar sem við byggum og leikskóli og tónlistarskóli yfir í húsi sem grunnskólinn var alveg rétt, þetta var svona Var þetta heimilsskóli? Nei, ekki grunnskólinn Það var ekki það? En framhaldsskólinn á Laugum er já. En þú varst þarna á leikskóla? Já. Ég sé alveg þú varst búin að tipsa með það var ekki skemmtilegt Nei, ég er búin að vera átt á mig á því af hverju ég er ekki svona fan á góður íslensku af leikskólum. Við bara horfðum upp á líkamlegt ofbeldi
Já, ok. þar og já, þar lærði maður þar að þú gerir ekki eins og þeir er sagt þá er refsing. Þannig maður á svona, já. Og líkamlega refsingar við. Já, það voru sérstaklega 2 strákar sem lentu illa í þessu. Hérna. Hvaða ár erum við að tala um? Þetta er 90, 91. Svona segja. Já. Og þetta er samt í gangi. Já. Og þetta er viðgekst bara gegnum leikskóla alveg Já. í 6 ára bekk vantanlega. Já, ég hætti í leikskóla sko leið og ég fór ára undan í skóla. Ok. Og hérna, það er 87 þannig ég hef alltaf verið með 86 árgangi í skóla. Af hverju það? Bara Það var bara því að já, besta vinkona mín var sama árgangur og ég var löngu byrjuð að lesa og svo voru bara svona miklu yngri börn í leikskólanum þannig að það munaði engum. Það er svolítið einangrað, þetta er náttúrulega bara svolítið sveitin í kring. Já, mamma og pabbi fengu alveg pínu menningarsjokk sko, að flytja þarna og mamma man alltaf eftir því að það var kennara svona ferð til Akureyrar og þau fóru á Greifan. Jesús. Og og konundar þarna sem voru í ferðinni fengu hláturskast þegar það fengu pítsuna fyrir fram að sig. Nú, Það var eitthvað, þetta er kringlóttur matur. Þau hafði aldrei séð pítsur áður. Og mamma var bara, ok, hvað er ég? Í alvöru? Já. Þannig já. Það er mjög sérstætt. Já, það er það sko. En þú veist, ég er þú veist, eftir að ég er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið að alast upp í svona sveitaþorpi og geta bara verið úti að leika með úti að leika, þú veist, í náttúrunni og vinkona mín var með í sveitabæða sem var bara kýr og kindur, vorum að gefa kálunum og sækja beljurnar fyrir heldir og svona. Þannig varst í kringum sveitastemminguna. Já, þótt að við værum ekki með við vorum alveg bara svona, já. Og pabbiðinn tónlistarmaður úr Reykjavík. Og hvað var svo bara keyrt? Var hann ekki að spila á sama tíma? Jú, mamma, þau stofnuðu bara duett sem heit Frænka hreppstjórans og spilaðu öllum þorrablótum bara allt Raufarhöfn og Já, þannig mamma er líka tónlistarkona. Já, hún sönguna. Þannig að þú ekki vart að segja þetta? Nei, maður fekk þetta bara, ég svaf á æfingum þegar þau voru í Kópavogi að æfa, þá svaf ég bara í hljómborðstöskunni hinum megin við vegginn. Þannig að þú elst upp með tónlist, þannig að tónlist er í kringu við allan uppvöxturinn. Já. Hvenær byrjaðir að syngja? Ég veit það ekki. Bara örugglega leið og eitthvað. Einhver sagði að unga byrja að syngja og hún byrjaði að læra að tala. Já. Búa til hljóð. Og það er alltaf að finna því að litla systir mín hún byrjaði að blístra þegar hún var bara nokkra mánaða og áður hún byrjaði að tala. Allt í einu heyrðist bara og allir bara hvað er að gerast og þá komum við út úr vöggunni þá hitt hún á blístri. Við vorum að metast það í gær sko. Við vorum að horfa að litla dóttur mína hún með svo góðan takt, hún alltaf afi minn og amma mín út að bakka búa og alltaf svona sko. Og þá sagði ég við pappa því að bróðir hans, Labbi sagði pappa það verið svona undrabætt, þú bara réttur hljóðfæri og hann byrjaði bara að spila. Okay. Og þá segir systir mín, já ég var svona líka og ég sagði já ég var nú eiginlega svona líka og mamma líka, já það var aldrei neitt erfitt fyrir mig og já en þið byrjuð ekki að blístra í vöggu, sagði systir mín já ok, þú mátt eiga það. Þannig að tónlistin bara, þú fékkst hana bara í fæðingargjöf bara. Já þetta er bara, þetta er bara eitthvað svona bara partur af lífinu okkar. Vissirðu það snemma að þú myndir fara því sá? Ég ætlaði að verða Ég ætlaði á tímabili að verða sem ég langaði í læknisfræði en Nú í slísaðist á? Afi var læknir sko. Já, ok. Og en ég hafði ekki trú á að ég kæmist í gegnum inntökuprófin að því ég þarf alltaf að gera 150% sko, þannig að ég svona, ég getur þetta örugglega ekki. En og svo ég reyndar líka með svona sýklafóbíu og sprauturhræðslu, það kannski spilaði inn í. En svo ætlaði ég að vera flugmaður og ég fór í flugtíma áður en ég fór í ökutíma. Af því ég ætlaði að vera sko cool og taka flugprófið áður. Til sver. Og fyrir í flugtíma og fylgdur því eftir eitthvað? Nei,
ég klæddi mig alltaf eins og flugstjóri þegar ég var í öðru bekk í menntaskólanum, bara með bindi og skyrtu og allan pakkan, sko. En pabbi sagði þá svona, nei, þú getur ekki verið flugmaður, þá getur ekki verið tónlistarmaður. Það var bara, annars höfum við mátt gera allt sem við höfum viljað. Það var bara eina skipti sem hann bara svona, þú átt að einbeita þér að músík. Og í dag ég alveg fegin, þú veist, ég myndi ekki nenni að vakna á einhverjum ókristilegum tímum til þess að fara að... Og ég farþegar? Já, góði farþegar. En nei, ég var alveg svona algjör sökker fyrir flugvélum, sko, bara... En þú sagði siglafóbía. Já. Er það eitthvað þing? Er það þitt þing? Já, það er bara, ég veit ekki alveg hvaðan það kemur, sko. En þú stoppnaði bara og vilt ekki tala um það? Já, nei. Þú segir siglafóbía, er það... Finnst þér erfitt að snerta hurða húnna eða almenningsklósið? Ég og einn kollegi minn úr tónlistinni, við eigum þetta sagamérlegt, sett vorum að ræða, við fórum á svona túr, sko, hringinn í kringum landið og þurftum að fara á klósettið á okkur svona almenningssalerni og bensínstöðum. Já, og ég var eitthvað að henda bréfinu, hann já, þá sem sagt þegar maður búinn á klósettinu, maður snertir náttúrulega ekkert, maður tekur pappír og læsir og pappír og opnar klósettið og sest ekki á setuna, sturtar niður, ekki snerta með pappír líka og opnar og allt þetta og fer svo fram og þvæ sér hendurnar. Sko áður en maður gerir það, þá þarf maður að opna helst hurðina, halda henni með löppinni, þvo sér, þurrka sér og svo kemst maður út og reynir að hitta sem sagt já, hitta pappírnum mjög þægilegt þegar það er nálægt, sko. Eins ömurlegt það er þegar það er og svo nær maður að komast svona út og ekki hafa snert neitt inn á þessu snert. Þetta er alveg bara heim professional frá klósinu. Já, þetta er bara svona. En heima hjá þér? Gerir þetta eins heima hjá þér? Nei, en ég þríf klósettið daglega, sko. Ég meik ekki skítu klósett. Það er eitthvað eitt sem þú getur svona verið alltaf vissum og það sé allt skítu út og drasl heima, þá er klósettið hreint. En sko, ég þrífði alltaf sko svona frá, sko. Okay. Hefur þetta alltaf fylgt þér eða er þetta eitthvað sem kemur upp síðar? Ég átta mig ekki á því. Líklega bara, þú veist, ég veit ekki hvenær þetta byrjar svona, sko. Já, ég held að. Og svona ef einhver er veikur eða eitthvað, þegar maður er í leikhúsinu þá náttúrulega er engin veikindadagur, þú veist. Þannig ef einhver var veikur á sýningu þá sprittaði ég allt og endurraðaði neyingarröðinni þannig að ég væri ekki við hliðina á þeim sem væri veikur. Bara sorry, ég er ekkert mótið þið, bara getur þú verið þarna. Bara brilljant, gott stendur með þér í þessu. En það var alltaf skemmtilegt því að ég var í Borgarleikhúsinu í Jepp og Fjalli, þá vorum við að spila á svo mörg hljóðfæri, við vorum margir að spila á mörg hljóðfæri. Hvernig virkar það að fá gítar rétt en frá öðrum með eitthvað hljóðfæri? Já. Er sprittað? Sko, ég nefnilega kom upp, við byggum til nafn á þetta, sko. Það bara löngu fyrir COVID og allt þetta, 2013 eða eitthvað. Það sem að ég krefst þess að það sé spritbrúsi áður en við löpum inn á svið. Og ég bara neytti alla til þess að fá sér lukkusprey. Það var lukkusprey og við spreyttum á hendurnar alltaf fyrir sýningar og það smitaðist aldrei neitt á milli þar. Það var að tala um COVID-tíma? Nei, löngu fyrir COVID. Bara löngu fyrir COVID? Já. Ég er búin að vera með spritbrúsa í bílunum síðan 2008, sko, þegar ég keypti mig bíl. Þannig að ég er sko sérfræðingur í sótvörnum. Ok, þetta er tragikomiskt. Það er það, sko. Já. Þú segir skemmtilega frá því, þá veit ég ekki bölva maus. Býtum við fyrir að tala um OCD, sko. Þá erum við að tala um eitthvað. En við langar að fara aftur í sögunni, aftur að þessu leikskóla. Fórst alveg í gegnum leikskólan í þessu brutaliteti? Já, sko, þetta er bara nýlega uppgötvun hjá mér. Því að bara allir eru að spyrja hvort ég allir ekki að setja Náttsól, dóttur mína, á leikskóla og ég bara, það er bæði, sko, ég hélt að það væri bara sýklafóbían, sko, ég er líka með pínu barnafóbíu, ég er pínu hrædd við börn. Okay. Þótt ég verið að kenna og svo vilja krakkarnir koma og faðma mann og ég var alltaf bara, já, einmitt, flott. Það er stegt, þú veist, en þetta, sýni með börnunum það ekkert. Svona mörg börn samankomin og allir að sleikja eitthvað, þú veist, það var svona sýkla hræðsla mín koman en bara ekki.
og þetta ógeðslega fyndið þegar dóttir mín var verða 1 árs eða eitthvað, þá fórum við eitthvað afmæli og hún var að fara að skoða eitthvað dót í afmælinu og ég hélt nefnilega að mér myndi líka betur við börn þegar ég eignaðist barn sjálf og svo hún eitthvað að leika sér einhverju dóti og svo koma fullt af öðrum krakkum íti henni frá og ég bara og henni mér ennþá verð við önnur börn eftir ég eignaðist mitt barn látið þið barnið mitt í friði djók, nei djók samt ekki djók en já nei og svo, já, þessi sýklafóbía að allt sé svona skítut og þessi sýklar út allt og allir alltaf vekir eitthvað neginn svona þetta leikskóladæmi ég bara einmitt búin að vera á leiðinni á fund með einni leikskólakonu og ég bara óvart eitthvað neginn gleymi því Já En þessi reynsleinu gegnum leikskólan þú varst að uppgötva tengingarna núna heldur þú situr upp með afleiðingarnar af þessi dag sem sýklarinn koma? Já, af því að þegar ég var ólítið seinna barninu mínu þá ákvað ég að sækja að fara til sálfræðings endar var löngu bið þannig loksins komst ég að og þá var ég búin að lækna mig af þeirri hræðslu að ég væri aftur ólétt en þá gat ég bara unnið með eitthvað annað þá allir eiga að fara til sálfræðings ég veit og já, ég veit segja alla myndaðir nei og þá byrjar maður einhvern veginn svona uppgöta ýmislegt sko maður fer að hugsa svona af hverju get ég ekki gert þetta já nú skil ég það getur verið út af því að þegar ég gerði þetta síðast þá og líka því ég með þetta þráhyggju áhætturöskun þá fæ maður hluti á heilan líka en ég var ekki búin að átta með þessu en ég man eftir þegar ég var að segja frá þessari reynslu þegar ég var að lýsa fyrir einhverjum og ég man ekki hvenær það var en það var alveg þegar ég var orðin eldri þar sem ég var að lýsa þessari konu sem satt í þessum stól út í horni bara eins og fjall já, einmitt já, svona fóstra sem hét þá, ég veit ekki hvort það voru það eru örugglega ekki menntaðar það var ekki þessi allavega og já, þegar ég var að leysa þessu fyrir einhverjum þar sem að ég sagði já, þannig að satt hún með strák og bara hausinn sko, hann var hér og bara lappirnar voru hér og bara, þú veist, og hann gat ekki andað það var þetta bóndabeyja, já og ég man alveg bara, eldrauður, gat ekki andað náði ekki andanum, sveittur buxurnar komnar svona, þú veist niður á rassinn og ég bara ég horfði á þetta og ég stóð bara ég man alveg mjög, ég á sko nokkra svona mjög skýrar minningar frá þessu þar sem ég stend bara þarna og bara bara örugglega eins og steinrunnin að því að konan tekur eftir því og segir við mig svona hálf hlæjandi já, þetta það maður nú bara gera við svona óþekka stráka og ég bara svona þegar ég bara 3 ára eða 4 ára þarna sko og hef ekkert vitað því að segja mamma og pappa frá þessu eða eitthvað sko ekkert að pæla í því einhvern veginn og þess vegna bara já líklega þá hræddum að ég vil setja barnið mitt nógu gamalt í leikskóla þannig að hún getur sagt mér hvernig hvað er að gerast já og það ástæðan fyrir að þú dregur lappirnar í því að setja mér sýnist það er bæði sýklafóbían og þetta bara ok, núna áttaði mig á því kannski þetta ekki svona í dag en svona þarf ég að fara að skoða og sjá hvernig þetta en þetta var ekkert, þú veist en það lítur að vera mjög traumatiserandi fyrir barn að vera inn í svona aðstæð já, því að líka bara, foreldrar okkar ólega okkur alls ekki með einhverju svona afleiðinga gjörðum þínum og refsing og alls ekki það var allt bara, já, ætlar þú að gera þetta svona þá sérðu hvað gerist, ég ráðlegg þér frekar að gera þetta og svo ræðir þú bara hvað þú veist, þau gefa okkur öll tæki og tól og við bara, systurnar máttum bara ákveða hvaða brautir við ákveðum þá að gera og en þarna var þetta bara, ég man líka annað eftir að við áttum alltaf að sitja sér upp í vegg alveg svona á gólfinu? Já, og með lappirnar svona og ég var með svona ofstuttar hásinnar mér fannst svo ofboðslega mátt að sitja svona en við máttum ekki að sitja ekki svona við urðum að sitja með lappirnar svona út og hvað lengi og til hvers? Ég man það ekki, ég var örugglega í sögustund eða bara alveg upp í vegg þar sem við sátum bara í röð með lappirnar svona og ég man bara, þú veist ég veit bara af hverju maður svona illt í fótinn já, alveg rétt, þetta var vont að sitja svona þetta er alveg crazy þegar maður hugsa það já, og svo máttu maður ekki taka og svo gerði ég einu svona mistök og
og man alveg tilfinninguna, ég man nákvæmlega hvað ég satt, man nákvæmlega hvernig bollið minn leit út og allt þannig og þá áttum við að syngja allir matur á að fara og upp í munn og hann í maga hann að lagið með hendur undir borð og svo vorum búin að gera það þá máttum við, þú veist, taka bita og súpa á eitthvað. Ég man að vorum með svona kakumalt og ég svona eitthvað, þú veist, eitthvað að tala, spjalla við vinkonum mína eða við erum eitthvað svona og ég svona tek óvart súpa og þegar ég átta mig á því hvað mistök ég gerði, þá lítum við svona á hver aðra bara og þær voru bara akkurat að ná í brauðið eða eitthvað, bara sáu það ekki og ég veit ekki hvernig, ég þorði bara ekki að horfa í kringum mig ég var bara, Ótti. Bara, þú veist, bara fekk svona algjöran bara svona hnút í magan og þessi hnútur hefur fyllt mér alla ævi bara þú veist, þegar ég veit að ég hef gert eitthvað það bara, hvað ég gerir þú veist. Við sami hnúturinn og verður hrædd í dag. Já, sem er núna, já og þetta, veist, ég þorði aldrei að tala upphátt í grunnskóla heldur. Þannig að þetta fylgir náttúrulega inn í grunnskólakerfið. Já, og bara framhaldsskólan og allt og ég bara ógst á feimin típa og fólk trúir því ekkert. En hérna þegar maður er upp á sviði að leika eitthvað þá ertu með leyfi til þess að leyfið til þess að vera að syngja að tala fyrir framfólk og ég man, þú veist, ég vildi alltaf syngja og hérna syngja fyrir framan, þú veist, gesti sem voru hjá mamma og pappa en ég sagði mömmu, nennir þú að spyrja mig hvort að ég en að biðja mig að. Þannig þú hafðir þig ekki í frammi? Nei, ég sagði ekki, má ég? Eða hæ, hér er ég, eitthvað. Nei, tókst ekki plássið? Nei, ég þurfti að fá leyfið, sko. Og ég fer að hugsa núna, bara, að því að við vorum ekki, þú veist, ég var ekki alveg svona þannig. Og þetta gerist ekki fyrir nálaugum. Ég man þegar ég spurði mömmu mitt hérna, nennir þú að segja mér að biðja mig að syngja fyrir ykkur, mér langar að syngja. En þegar við byggum ennþá í Kópavoginum, þá bara, fór ég upp í glugga bara alveg sjálf og bara söng fyrir alla gesti. Tókst allt pláss? Tók allt pláss í heiminum, sko. En þarna þurfti ég að fá, og enn þann dag í dag, þú veist. Ertu ennþá að díla við afleikarnar af þessu? Já. Finnur þú fyrir þessu í? Ég finn fyrir þessu í dag. Og eins og bara, ég er búin að vera mikið í leikhúsinu, sko. Og það var svona, ég horfði á svo ungu leikara sem eru alltaf bara eitthvað, já, alltaf tilbúnir að, og ég bara svona, ok, ég ætla ekki að, þú veist, að því að ef ég ger eitthvað, einhver segir unnur, þá bara, fyrir ekki að ég ætla þú veist, þá kemur þessi tilfinning. Og ég bara svona, er að tengja þetta allt saman núna, bara í þessari meðferð sem ég er búin að vera út af allt öðru, allt inni bara, vá, nú veit ég af hverju að því að ég, þú veist, er mjög opin týpa. Þú byrtist þannig. Já. Þetta er greinlega hinn hlið sem að við sjáum ekki sem að þekkjum til við, sko. Og nú, þú veist, þetta er aðeins að breytast og ég var í öðru verkefni þar sem ég svona var einmitt bara svona, þú veist, svona nýlega búin að vera í verkefni þar sem ég svona ákvað bara að, ég ætla að segja þegar mér þetta er í huga að segja eitthvað og ég ætla að bara, þú veist, ef ég er með góða hugmynd, Láta við vaða. Nei. Já, ég bara prófa að láta vaða og svo segir ekki, já, unnur, ég bara, já, sorry, ok, hætt að fá hennar hnút, sko. Og þannig að nú er ég hætt að fá hennar hnút, sko, í dag, en þú veist, í vissum aðstæðum, þegar það er öruggt umhverfi, þá get ég verið alveg bara, þú veist, þá er ég ekki leyfið, eða þú fattar mig, en ég maður þegar ég var í alls konar verkefni manni í Þjóðleikhúsinu til dæmis, þá voru leikararnir að fíblast og leiksverðir, jæja, hættið þið nú og þau bara, já, hérna. Og þú veist nútinn. En ef ég bara eins gott ég var ekki að gera þetta þegar ég hefði fengið. Pældi, þú veist, svona atriði, við förum með þetta inn í fullorðinsár. Ég þekki þetta líka, ég er Silungapolsbað, það var svona Auschwitz fangabúðir, og eins út að lýsa, en mun fyrr, því að það er eldri en þú. En ég fæ hnút í magan að heyra þið segja þetta, þú veist, hvað það var crazy. Já, og svo guð góður allt fólki sem er bara að upplifa, þú veist, bara í bara, þú veist, já. Og bara það sem að þú veist, voru líkamlega refsingar við ykkur og bara, maður bara þarf að passa sig á því hvernig maður talar við börn og hvernig maður, sko, leiðbeinir þeim. Já, dramatísir enginn eftir þig. Já. Þangað til þú dílar við það, ef þú dílar við það. Nákvæmlega, sko. Og maður bara, já, af hverju get ég ekki bara, einmitt, komið svona fram eins og allir og sagt að þetta er það sem... En í menntaskóla, varstu að spila eða... Já, ég var alveg allt í öllu þar og var í, en það var náttúrulega, þú veist, já, og challengeaði meiri sér sjálfa mig með því að þegar ég var í 4. bekk, að flytja ræðuna minni Karla.
og þá var það sem sagt fyrsta skrefi mitt á sviði sem ég skilurðu, ekki á bak við hljóðfæri, ekki á bak við eitthvað hlutverk í einhverju leikriti, skilurðu. Persónan þú. Já, bara persónan ég stend í pontu þarna og bara eis yfir kallmennana. Og engin ótti. Nei, ég náttúrulega var bara, þú veist, búin að skrifa ræðu og þetta var óttinn minn, sko, að standa bara sem ég sjálf og bara og ákvað að takast á við hann þarna. En menntaskólaára mín voru æðisleg, sko, alveg. Hvað menntaskóla því? Menntaskóla á Akureyri. Já. Aðstæðlega Viktoría. Já. Já. Bara mótmæla voru mikið núna, vil ekki sameiningu? Já, aldrei hættu við það. En hvað tekur við? Þú klárar menntaskólann, en svona ánægt kannski fyrir hálfkvæða, þá var spyrja hvað var ræðin sér í minni kallmanna? Svo það? Já, það alltaf minni kvenna og minni kalla. Já, þetta eitthvað tradition. Já, og svo sungið fórstu landsins Freyja og menninir. Já, þetta svona hefðar. Já, þetta eina hefðunum, sko. Já. Og þar drulla konurnar yfir kallana og kallarnar yfir konuna. Svona á fyndinn hátt, sko, skondin. Já, ok. Ég tók þann pólihæðina að því að ég hafði svo mikið áhuga á erfðafræði, ég var með skemmtilegan erfðafræðikennara að segja að þetta væri svo erfðagalli að verða kallmaður. Þeir ættu að vera með 2x en það fer 1/4 af x-inu og breytist í y þar, þú veist, og svo var ég með svona sýnikennslu með það bara, sko, þið eigið að vera með 2x en þið bara með óvart með y. Nippi Kara Stefáns með það. Þetta getur verið bakvið eitthvað. Já. Þið áttuð að fæðast sem konur, sko, en kúlurnar, sko, sem eru hér, þeir fóru niður á ykkur. Það erum bara greinilega ekki með þetta. Nei, alls ekki. Við erum frávik frá konum. Já, áttu allir að fæðast þeim. Öll fóstur eru líka kvenkyns fyrstu vikurnar, svo breytist þetta, sko. Það þyrfti að vera eitthvað náttúrulega með búið til svona sjálfsfrókunarkerfi til að viðhalda tegundinni. Já. Já. Að niðurstaðin sem umræði raunverulega karlmennir og óþarfi og fólk getur bara, og eftir menntaskóla. Já, við erum ekki til kynjafræði. Eftir menntaskóla þá ég 1 ár á Akureyri og bara að kenna í tónræktinni tónlistarskóla sem að pabbi og mamma stofnuðu. Og svo fer ég svo kemur eitthvað blaðaviðtal við mig. Þá hafði ég verið að spila á eldgamla Rosenberg í Reykjavík með vinum mínum. Eldgamla, hann í Lækjagötunni, og með vinum mínum að spila svona Django Jazz og þar kemur til mín blaðakona og tekur risastórt viðtal við mig í Mogganum. Og eftir það, þá fór boltinn að rúlla. Þá heyrði hann Björn Hlynur Haraldsson, leikstjóri, í mér fyrir Jesus Christ Superstar sem að Vesturport var að setja upp í Borgarleikhúsinu. Og ræður mig inn þar sem fiðluleikara. Og þá ég bara í hljómsveitinni með strákunum sem ég hékk síðan með bara og svo bara taka bara leikhúsverkefnin við af öðru. Þannig að þetta viðtal var svona örlega valdur í ferlinu. Og það var þetta skemmtilegt því ég var með svona, var svo rómantískur krakki, sko. Ég var bara að lesa um þessa gömlu jazzara og eitthvað svona, að vera uppgötuð á litlum bar. Já. Og ég ímyndaði mér það, bara eitthvað, já, ég var að spila á litlum bar og það kom blaðakona og það svona, Þetta svolítið þannig saga. Þetta var pínu þannig. Svona Cinderella-story. Já. Þú veist, við vorum náttúrulega ekki í Bandaríkjunum á ákveðnu jazzbúlu það sem ég langaði að vera, en þú veist. En hvað var drug of choice í tónlistinu? Varstu jazzari eða varstu bara aðlæta eða fórstu í einhver á? Sko, ég fór náttúrulega síðan í FIH og fór að læra jazz. Jazzin var alltaf bara, já, svolítið mitt. Fegst það hann í fæðingargjöf jazzin? Já, pabbi náttúrulega rockari, mamma og pabbi voru að spila á böllum en þau segðu mig bara ekki fara út í spilamennskuna. Það bara eyðir þér. Vertu frekar á tónleikum. Vertu já, það sem að þú ert metin á verðleikum eitthvað. Jú, sko, pabbi var alveg að láta mig spila, ég fer í klassískt fiðlunám og alltaf að spila eitthvað svona öðruvísi tónlist með. Og þar á meðal jazz og pabbi kemur mér í það að vera að spila dinner. Hann býr til svona dúett með mér og vinkonu minni þar sem hann var að kenna hljómborð. Þannig að við fyrir að spila svona, þú veist, dinner á hótel Kea til dæmis og svona byrja að senda okkur svona hér hingað og þangað, sko, með gig. Og
tónlistarskólinn var síðan ekki eitthvað nóg hrifinn af því að nemendur væri að taka vinnu af kennurum. En þú veist, það voru engir fiðlukennarar sem voru að spila mikið annað heldur en klassík og það var svolítið, sko, þegar ég var á tónlistarskólanum á Akureyri, það var svolítið litið niður á aðra tónlist heldur en klassík á þeim tíma. Og ég náttúrulega fór þá í svona mótþróa, sko, þá var bara ég ætla bara að vera jazzfiðluleikari. Maður veit ekki segja mér. Já. Tók þennan, já. Og svo var ég bara að æfa konserta og bara að spila bara með Jethro Tull heima bara inn á baði í góða... Sem stjörnuna sé ég ekki auðvitað. Já. Jethro Tull. Það var einmitt, sko. Hvernig... Það var eitt. Sko, þú opnar á það og klúðrar alveg strúktúrinn í hausnum á mér. ADHD fór alveg vitlaus og það Jethro Tull. Ég ólst upp með Jethro Tull og Ian Anderson náttúrulega bara... Guð. Nei, veist hvað ég meina. Já, hvernig kom það til að leiðir ykkar lágu saman? Ég held að það sé nú bara einhvern veginn hálfpartinn tilviljun, sko. Þá var hann að koma hingað og það var 2009 og strákurinn sem var að flytja hann inn var að leita að einhverjum Íslendingum til þess að spila með. Hann var að koma með svona styrktartónleika fyrir Ísland eftir hrunið. Já, alveg. Og þetta var á tíma MySpace og ég var með 2 lög inn á einhverju MySpace-i. Og og sá strákur sendir honum sem sagt líklega bara, er eitthvað kandidat og hann heyrir þarna eitthvað bara frekar ömurlega upptöku af einhverju drasli sem við gert en það greinilega fundist það ekki, hann heyrði greinilega eitthvað í því og baða mig sem sagt að vera gestur á tónleikunum. Bara tók upp símann og hringdi þig eða var þetta gegnum... Nei, það var í gegnum e-mail, já, það var í gegnum agent, sko, þá. Og ég hélt náttúrulega að þetta væri bara svona falið myndavél, þangað til ég stóð á sviðinu við hliðina á kallinum, sko. Já, ókei. Þú varst ekki, vissirðu hver hann var á? Já, pabbi náttúrulega og Mánar, hann voru búin að spila Þykka þessa brygg og bara allar þessar plötur þeirra bara í öllum uppsveitum. Fagn ekki allar fermingarveislur og svona þegar þú kemur á svæði í fjölskyldunni? Fyrir sem betur verið sloppið við. Fermingarveisla, það annað. Spila með Jethro Tull? Já. Nei, ég veit ekki, fólk eitthvað, ég held að bara svona... Mér finnst þetta alveg stórmerkilegt. Já. Mér finnst það ekki að tala þetta niður og tala þetta upp. Já. Bara vel gert. Hann bara svona afatýpa fyrir mér, sko, við erum svo góðir vinir. Ég veit að bróðminn hitt hann eitthvað í kringum laxeldis og veikindi, sko, hann eitthvað svona fiskidoktor og hann lýsir hann sem óbúðslega bara góðum gæja. Hann það, sko. Já, það þín reynsla á hann. Já. Gúti gæja. Já. Það er svona tæknimenn kannski hafa ekki, eða þú veist, hafa kannski ekki, hann þarf náttúrulega að hafa ákveðið, hann þarf að hafa allt svona alveg strikt einhvern veginn, legend og má hafa skoðanir. Já. Jú, hann Þú fór í vörg. Já, það er það, sko, maður þarf að vera einhvern veginn út á við líka. En að þú spila með honum, eða undir hjá honum, og var þetta bara one time, eða sérst, sem að sletta á útleysku? Sko, nei, þetta var þarna spilaði ég eitt lag með honum, bara hans lag, og svo var ég með eitt sólolag bara sem að ég valdi. Og svo kom hann aftur seinna og þá vildi hann fá mig aftur. Okay. Og þá spilaði ég aftur með honum, hvort það var 2000 og ég veit manna það ekki, 13 kannski eða eitthvað, alltaf gerst þá. Googlaði bara. Já, og þá var það bæði í Eldborg, þetta var í Háskólabíu þetta fyrst, svo var þetta í Eldborg og í Hofi, Akureyri. Og svo gerir hann sem sagt rockóperu og biður mig sem sagt að, þú vill fá mig inn í það verkefni og ég sem sagt fæ sem sagt annað hlutverkið, eða kvenhlutverkið í rockóperunni. Fer til London þar sem ég og annar leikari sem hefur verið að túra með honum þar sem við tökum upp og erum bara á reistur skjá á bakvið. Þetta var mjög stórt projekt. Og hvað heitir þessi rockópera? Hún heitir Jethro Tull The Rock Opera. Já, það er bara það? Já.
Svo, já, svo fer ég til Frankfurt, þú veist, hann spurði mig hvort ég vildi hérna, þú veist, hann var alltaf að búa til túr þar sem hann færi bara með alla með sér, en þá var ég líka fyrst í leikhúsinu og eitthvað þannig, þannig að, já, þetta endar sem bara skjá, þannig að bíómyndaskjár, þar sem við erum með. Ertu sjálfsprottin leikari eða fórst í leiklistina? Nei. Fylgdi þetta bara með í bakgrunum? Já, það var bæði, í grunnskóla hef ég alltaf verið að eitthvað að leika og svo var ég í menntaskólanum í leikfélaginu þar. Svo ég tók inntökupróf í leiklistaskólan, komst inn í loka grúppun og svo var ég með eitthvað, var alltaf eins og mótþróa og hérna kom ég í viðtalið og bara, já, ég ætla sko ekki að láta þennan skóla segja mig hvernig ég á að vera. Það var með eitthvað stæla. Þannig að þú flautaði þig út bara í upphafi. Já, mér langaði ekki inn í skólann. Ég vildi samt fara að fá reynsluna af hérna inntökuprófunum. Þá var ég í stúdentaleikhúsinu líka. Já. En svo fínt að því að svo mæti ég sem sagt bara í leikhúsið bara haustið eftir og mæti þeim sem hleyptu mér ekki inn og ég var með betri laun því að það var betur samið við tónlistamennina heldur en leikarana. Þannig ég bara hvað ég er heppin og fara ekki. Hvernig leiðir þér það? Nei, ég var náttúrulega bara herrlaun er þú, nei, hugsta. Ég er með herrlaun. Hemmitt, muna 500 kalli, nei, þetta ekki. En þetta er búið að vera vinnan þín bara síðan á menntaskóla árum? Svona heilt yfir, hefur verið í fiski, vinni á vídeolegu eða eitthvað svona með? Nei, pappi hann bjóð til svona sláttufyrirtæki á sumrin. Sláttuvélafyrirtæki? Já, það sem við bara, eða ekki fyrirtæki, eða þú veist bara, hann bara svona, já, kennari, bara, mér vantar auka pening og mér vantar að vera í líkamsrækt, ég og pappi slóðum garða á Akureyri þegar ég er 12 ára, mér langaði ekki í unglingavinnuna, sko. Og svo vann ég í 2 vikur sem þjónn á Hótel Kea, bara svona droppaði þess inn. Ekki þinn tilballi? Nei, ég fekk bara eitt mesta kvíðakast í heiminum þegar ég var og svo ætlaði fólk að fara að borga og þetta voru Danir og bara já, við ætlum að skipta reikningnum og ég bara svona horfði bara á maðurinn bara eitthvað, ertu róleg? Ég bara eitthvað, ég geti þetta ekki. Svo vann ég líka en þetta var ekki 2 vikur, þetta var bara nokkra vaktir sem ég tók hérna, bara svona eitthvað auka. Því að ég vann í 2 vikur sko að þrífa á Hótel Eddu og ég man það var líka sýklarhræðslan. Það gekk ekki. Ég var í labbaði. Systematísk gengur inn í erfiðar aðstæður. Og ég var skömmuð fyrir að þrífinginu vel, ég bara það er ekkert ryk á þessu. Eitthvað svona. Nei, við þrífum ég rosa vel og ég oh my god. Já, ég ætla að segja mér hvernig að já. Nei, ég var nú ekki alveg kannski það. Ég náttúrulega alveg fekk kvíða hnútinn og nei, ég man ég labbaði eitthvað tímann inn á baðherbergið þegar ég veit ekki hvað var ofan í klósettinu, það var alltaf ekkert vatn ofan í klósettinu, samt bara eitthvað grautur og ég bara fekk eitthvað svona, ég fekk eitthvað bara svona kvíðakast þegar ég get ekki þrifið þetta bara út og bara hljóp út og bara andi í poka og eitthvað bara, ég bara alltaf aldrei eftir að mæta hingað. En ég kláraði nú þessar 2 vikur, ég var að leysa af eina. Svo vann ég reyndar 1 sumar eða hálft sumar í Veiðihúsinu í Laxárdal og á sjúkraþjálfunarstöð sem svona móttökuriddari. Það var svona þægilegt, þá var alltaf að koma ykkur að nudda mér axlirnar. Svo var maður sem ætlaði að borga reikninginn og ég bara, já, 100 og eitthvað 1000 og maðurinn borgaði og þá hafði ég bara rukkaði hann sem sagt allt sem hann hafði farið í bara frá upphafi. Óvart, en ekki bara þessi nokkur skipti og aumingja maðurinn borgaði bara. Þegjandi og hljóðalaust? Já, þegjandi og hljóðalaust, sko. En svo áttaði ég mig á því að ég er ekki góð í svona venjulegri vinnu. Alltaf. Þannig að ég er svona öfundast undir fólk sem bara getur unnið bara eitthvað svona störf. Já, þetta en ég get kennt tónlist og ég er ekki góð í þjónn. Ekki góð í að þrífa. Og ekki góð svona í bókhaldi það sem afgreiðslustarfi. Svona einhvern auðli sem kann ekki neitt nema tónlist, þannig að það er svo reyna. Það er gott að geta það. En vel gert að húlla alltaf litla Íslandi að geta framfleytt sér á stóru hluta á tónlist. Það er ekki hlaupið að því á Íslandi. Nei, þú þarft líka að vera opinn fyrir að gera allt.
Þú veist, ég er búin að prófa að spila með sinfóníuhljómsveit og ég er búin að prófa að spila með, þú veist, þungarokksbandi og þú veist, þannig að þú þarft svolítið að vera bara að juggla og eins og leikhúsið bara, jú, ég get dansað, já, ég get gert þetta, ég skal gera þetta, og það var það sem að sleit mig svolítið í leikhúsinu, þú veist, að vera svona allt í öllu, þú veist, fyrirleikarinn þarna, þú veist, ég var alltaf á sviðinu allan tíman eiginlega, þú veist, að leika, að dansa, að syngja og vera þessi og bara, þú veist, eitt af skemmtilegasti verkefni sem ég gerði það var staðmála til Þjóðleikhúsinu. Þá var ég bara dansari, eða dansari í sönguna sko, og ekkert með fiðluna. Það var mjög gaman, það var ekkert að spila fiðluna. Við vorum bara í hraðaskiptingum alltaf að koma og gera eitthvað. Svo 4 stelpur sem voru í fylg. En fiðlan þitt hljóðfæri? Já. Og kemur hún snemma inn í söguna? Já, það er mjög skemmtilegt. Þetta er á vídeói, sko, í fyrsta skiptið ég snerti fiðlu. Ég var 4 ára. Já, svo byrjaði ég 5 ára að læra hana. Þannig alla götur búin að vera með fiðluna á öxlinni? Já, hún kom mér inn í allt sem að ég, já, stelpa sem spilur á fiðlu og getur spilað, þú veist, alla eða svona flesta stíla. Það er nóga til þess að, ég læt klassíkina svona eiginlega alveg eiga sig, sko. Það er fullt af fólki sem getur gert hana miklu, miklu betur. Ég er ekki nóga, þú veist, ég þarf að læra allt eftir eyrunu. Þannig að, sko, en hvað er jazzinn þín gata í dag? Já. Myndirðu velja hana af öðrum götum og ætlar að velja eina leið? Já, mér finnst það skemmtilegast, sko. En nei, mér finnst náttúrulega bara ógeðslega gaman að gera, þú veist, spila allt. Sem að, allt sem mér finnst skemmtilegt að spila. Nei, og nú er ég svolítið mikið að spila á píanóið og syngja. Ég bara elska það, sko. Sko, svo er ég búin að vera að vinna plötu allt og lengi. En það er svona, ég þori ekki alveg að segja það. Láttu var. Já, það er svona 11 ár. Það er ekki neitt. Frændi minn. Já, frændi minn, já, nákvæmlega. En okkur kemur platan ekki út? Fullkomnan áráttan. Ég er búin að sko taka þessi lög. Hvað var aðeins fyrir 5 árum? Í mitt. Þá tók ég allar fiðlur út og setti bara synda í staðinn og veist, þetta er bara algjört rugl. Hún er tilbúin, sko, það er fullt af lögum tilbúin. Þetta er svolítið kombo listamannsins. Málverkið er aldrei tilbúin. Nei. Hljóðið er aldrei nógu gott. Ég veit það. Þú veist, og það þarf að geta að vera eitthvað svona, þú veist, ekki neitt eitthvað eða þannig, það er bara eitthvað, nei, bara fólk þetta var ömurlegt, þetta er bara, shit, þetta er ömurlegt, þú veist, það er það sem ég upplýði, bara, og svo hlustar maður kannski ekki á lagið í nokkur ár, svo bara eitthvað, þetta var ekkert svo slæmt lag, ógeðslega fyndið. Hvað er planið með plötuna? Hvenær getum við keypt plötuna? Það var bara hægt að selja plötur núna, ég sagði alltaf í djóki að ég ætlaði ekkert að fara út í barneignir og ég sagði ekki með djóki bara eitthvað, vá, ég var eftir að eignast barn áður en ég geri plötu og nú er ég 2 börn og enga plötu. Já. Þannig ég byrjaði að segja eitthvað, já, ég rýta ég þarf ekki að snúa svo við. En nei, ég ætla nú að gefa út jólalag núna sem er text eftir mömmu við gamalt stríðsáralag. Okay. Það verður svona jóla. Svo bara strax eftir jól þá mun koma líka lag út sem ég gerði fyrir 2 árum, þú veist, en með Pálma Sigurhjartarsyni, píanóleikara. Þannig að nú kemur það, nú segi ég það út og það kemur það mun koma. Eftir? Bara, ef ekki að segja bara afmælisdaginn minn, 11. janúar. 3 mánuð, veistu. Já. En þú sagðir ég ætlaði aldrei að eiga börn. Heyrði ég rétt. En hvað gerðist þegar? Hvað gerðist? Var það ástin og... Það var náttúrulega bara, greinilega ætlaði að koma. Og þau bæði. Já, sem er hræðslu við þessar fæðingar og það er ein fóbi. Var það í veginum fyrir? Geðsjúklingur Já, það var basically það sem bara ekki sens. Ég bara fæði ekki börn. En ég sem sagt bara... Það var ekki dásamlega vel við börn heldur. Nei, en börnin mín eru fullkomin og dásamleg. Já, ég sé myndbönd, það er bara einslega. Já, og ég er ekki hrædd við þau, en Og hvernig var það? Hann verið svolítinu bara varma? Já, það var alveg sko pakki að koma að stað fyrstu óléttunni sko, þetta er annari líka. Og Þú þarf mikið fyrir þessu? Nei, ég fann ekkert fyrir þessu nefnilega. Og fyrst að ég fann ekki fyrir þessu, þú veist, engin morgunógleði, bara ekki neitt. Það var svona, ok, leifum þessu bara að vera þá, aðtöfum hvað gerist og svo fer ég bara í keisara með fyrra, dóttur mína, og hann gengur bara svona eins og ég sögu bara, og ég bara staðinu, bara 4 tíma seinna og bara ekkert að og bara
bara eins og Bara út í bíl? ekkert hafði gerst, já. Ég hefði getað farið daginn eftir, en bara svona að ég var svo hrædd hann og stressuð að ég ákvað að vera þess lengur. Og já, svo verið svo hrædd við sko aðra meðgöngu, ef ég myndi einhvern tímann gera þetta aftur, fólk kom bara ekki á að gera þetta aftur, ég bara, nei, ég þori það ekkert, það verður örugglega hræðilegt. En það var aðeins, ég fann ekkert fyrir meðgöngunni fyrir bara svona undir lokin. Það var svona alveg að springa og svo kom hann aðeins á undan og ég fyrir keisaran en þú veist, þess að bara líka með minn hélt honum bara, þau náðu honum ekki út um mér. Já, þannig að það var bara, munnaði nokkrum mínútum bara. Þannig að hann fæddist bara með náttúrulega? Nei, hann kom ekki að segja sko. Hann hefði bara, ef ég hefði reynt að fæða hann þá hefði hann ekkert. Þannig að, það hefði ekki lifað af? Nei. Já, okay. Meiri segja í keisaranum þá munaði eitthvað 4 mínútum að bara... Nei? Já. Wow. Þannig að hann lítill kraftaverkastrákur. Ég veit ekki ennþá hvernig hann kom undir. Nei. Og það hefur upp úr þessu fikti. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki, maður lappaði fram hjá mér. Já. En til hamingju með þessi 2 börn. Já, takk fyrir það. Bara yndislegt. Hvernig er þetta að púla móðurhlutið? Eins og ég segi, ég ger ekki neitt nema ég veit að ég sé að fara að gera það 150%. Kannski svona. Er allt bara í strúktúr? Nei, sko, rútína er ekki, rútínan okkar, ok, ég er alltaf þegar ég lesa eitthvað svona, já, það er svo gott fyrir börn að hafa rútínu, jú, við förum að sofa, innan við ákveðina 2 klukkutíma á kvöldin. Ja, klukkutíma, 1,5 tíma. Milli svona 8:30 og 8:30, eða 8:30 og 10, þá er dóttir mín farin að sofa. Morgnarnir okkar eru bara uppáhaldið mitt í heiminum. Og í morgun, það var dásamlegt, sko. Litli var, ég hélt hann var eitthvað pirraður, en þá var hann er að byrja að hlæja og hann er eitthvað svona. Og svo allt í einu heyri ég, afi minn og amma mín, inn í herbygginu, þá bara vaknar hún syngjandi. Það er yndislegt. Hún vaknar syngjandi eða svona, gerir þetta. Saltkjötabauðir? Já, saltkjötabauðir, það er eitthvað í Frozen-myndinni sem hún horfir á eitthvað. Og í fyrra í morgun, eða gærmorgun, þá komin inn á hlaupahjóli, góðan daginn! Og hún lappar inn og bara dregur frá, það er komin dagur, yey! Alveg ógeðslega gaman, alltaf ógeðslega gaman. Já, það er ekki hægt að vakna ekki brosandi, sko. Nákvæmlega. Og við erum ekkert að vekja þau og við erum ekki í þessu stressi að koma öllum út fyrir. Þess að ég var á leiðinni hingað, það bara tekur alltaf langa tíma og ég bara svona, ef ég var að gera þetta hvern einasta morgun, að koma öllum út fyrir einhvern tíma, ég skil ekki hvernig fólk gerir það bara, ég myndi fara algjörlega á taugum. Þannig að við eigum bara rosalega rólega á mótna. Bara kúrum upp í rúm öll fjölskyldan bara í þessuna klukkutíma og förum svo fram og fáum okkur morgunmat og sem listamaður ræður þínu tíma þannig að mest er náttúrulega á kvöldin svona einhverjum tónleikar og eitthvað. Seinni partur á kvöld, það er svona okkar. En maðurinn er tónlistarmaður líka, ekki? Já, og bara ofvirkur með allt í heiminum. Er einhver hljóðgerðarleigu og viðburðarstjóri og hlaupahjól og hvað er hann ekki, bara flutningabíl og eitthvað. Þér af þessi heimili, má ég koma sem au pair? Já. Bara sjá þetta? Endilega. Það mútti ekki fara fyrir næstu mánuð allavega hana, sko. Mér vantar alveg au pair, sko. Já, ok. Gunnar Bjarni er örugglega til í það. Hann er yngri en ég og hefur meiri þolinmæði með börnum. Endilega. Hann var ekki börn, held ég, örugglega. Gunnar Bjarni, þú ert ráðinn? Þú ert ráðinn. Þú mátt fá frí, koma hingað í tæknistörf. Á föstum? Á föstum. Já. En hvernig spilið þið saman? Já. Syngið þið saman? Já. Og það er einmitt að því vorum að tala um ballspilamennskuna við erum einstakar sinnum, sko, mér finnst mjög gaman að taka 1 og 1 ball. Mér finnst bara geggjað, en ég get ekki gert þetta svona hverja einustu helgi. En þið finnst það gaman? Mér finnst það mjög gaman. Og þegar það er einmitt svona, endrum að eins, þá finnst maður geggjað. En núna erum við aðeins að minnka að vera saman að þegar við erum með börnin bæði, þú veist, svona, það er hann svona lítill ennþá. Þið búið í Hveragerði? Já, við búum í Hveragerði. Er hann með allt sitt í Hveragerði? Já. Business og allt þetta? Já, við erum reyndar, hann er með núna á Selfossi. En með þar svona atvinnu, húsnæði fyrir allt dótið. Og þannig að við erum svolítið miðsvæðið, sko. Því að maður er að spila í brúðkaupum og svona, og er einmitt í Helli, hjá Hellu þar og svo
fer maður í bæinn og svona þannig að hérna. Það er út allt og það Já. klæðir þig alveg. Það mjög, bara ekki, ekki láta mig mæta, ákveðið tíma og vera til einhver ákveðið tíma í x-langa því það var, ég kann ekki, nei. Típan. Bara ég gæti það ekki, sko. Nei. Stundum samt alveg, þess að ég sagði eitthvað með pappa, ég vil óska þess að ég geti bara unnið ykkur vennilegri, bara fatabúð eða eitthvað. Og þú myndir brjáluð eftir viku. Já. Þess vegna hefur kennslan henta manni, sko, þú veist, maður har alltaf haft kennsluna svona með. Og hérna, með enga kennslu, sko, bara. En hvað planið? Hvernig sér þetta fyrir þér framöndan? Einn dagur í einu bara, held ég. Bara lífið gerist. Já, mér finnst það þægilegt. Það er ekki stór plön. Flytja til Nassau-Soak eða flytja heim til Ian Anderson eða... Nei, sko, ef ég myndi fara eitthvað, ég væri til að fara í eitthvað tíma. Og fólk oft spyrir bara, akkur er þetta ekki eitthvað, þú veist, úti að gera þetta, eitthvað. Nei, þá þarf maður að byrja að klifra aftur upp eitthvað, byrja á núll eitthvað staðar annar staðar. Þú ert alveg þekkt á Íslandi, veist? Ég get lifað á tónlistinu á Íslandi. Og hérna, og mér líður vel þar sem ég er og ég er nálægt með mamma og pappa og finnst ekki nefn, fjölskyldan er eitthvað nefn bara það sem skiptir mér mestu máli. En að þú myndist að pappa, hann var í Mánum og það er ekki bara Sigurrós sem búin að spila á þessu sviði sem við setjum á. Nei. Heldur pappin hefur spilað hér? Já, eitt af hans fyrstu böllum sko sem hann spilaði á. Með Quintet? Já, Karol Quintet. Og þeir spiluðu hér? Þeir spiluðu hér. Vel gert, og hann alltaf kallaði bassi, pabbi. Og hann er tónlist í gegn. Já, bassi en spilar á Mamma er líka, hún tónlist í gegn. Já, hún er líka íslensku fræðingur og ljóðskáld, sko. En hún veiktist og 97, þannig að þá gat hann ekki verið að spila svona mikið út allt, sko. Ég sá það á tónleikum með Birni Thoresen í Skýrgerðinni. Já. Rosaflokka. Mjög impressive. Það var fyrst skipt sem ég sá þig á sviði. Já, takk fyrir það. Konan mín er svo mikið fan. Hún heldur svo upp á þig. Gaman að heyra. Sem listamann. Já. Þannig að planið er alveg 2 börn, leigja reiðhjól, sláttubusinessin er hátt. Nú fæ ég eitthvað til þess að slá garðinni á mér, 1200 fermetra. Aðeins. Já. Nei, og bara, ég ætla að fara að gefa út tónlist og bara að Hvenær fáum við að heyra tónlistina hérna? Það kemur að því, fljótt. Ég sjá alveg augum flöttuðu salinn. Já. Mér langar líka, mér langar að gera svo margar plötur. Ég er búin að vera með jazzplötur líka í hausnum alltof lengi og svona. Þannig að ég held að þetta sé... Það er óholt fyrir listamenn að kyngja hugmyndunum sinni. Já, maður þarf náttúrulega bara... Já, maður þarf bara, að gera þetta og út með þetta og bara svo halda áfram. Já. En ég veit ekki... Svo gott að hafa eitthvað bakvísi sem segir þetta er frábært og þá stoppum maður. Já. Einmitt. Þegar þú prófaðu það. Já. Pabbi er mesti stuðningsmaður, bara unnið þú verður nú að fara... Er hann með þér í tónlistinu spila á svona? Já, ég er búin að spila bara mest með honum bara í gegnum tíðana, Vel gert. Hann kom mér bara í gegnum tónlistaskólann, þegar maður ætlaði að hætta. Það taka allir unglingar í tíman, þannig að ég er hætt. Nennir sig ekki, og hann eitthvað, jú, þú mynd klára þetta. Þá bara spila hann með mér, eitthvað svona sem ég fannst skemmtilegt. Frábært. Það sem er mikilvægt líka í tónlistarnámi, leyfa fólki að spila. Það syngir það sem því finnst skemmtilegt, það sem það fílar. Ekki bara Það var fælega gaman að sitja með þér hérna. Við erum búin að spjalla saman í klukkutíma. Já, það kemur. Það var svo vá. Og fara víða möll. Og þú ert með alveg hreinu hvað ætlar að vera þannig stór. Nú, er ennþá vafi þar eftir það? Langar alltaf að gera eitthvað alls konar, Nú, hvað? Segja. Nei, ég fór í ítölski háskólanum. Já. Til dæmis. En bara þess að læra málið betur. Var þar í daldi þar í hálft ár einu sinni. Og það er svona minn go-to staður. Ok.
Já, nei, ég veit það ekki. Andleg mál, jóga. Já, ég hef verið svolítið í jóga. Það er svona gott að einmitt róa hugann, anda. Það búið að vera frábært að fá þig hérna. Gaman að spjalla við þig og takk fyrir að koma. Og að lokum, það er náttúrulega kveðjum við Jesú. þannig að allir komið stundi sem slysalaust. Jesú í hjartan. Og hérna. Þannig að þú hnykkir í okkur, en viltu gera eitt greið fyrir mig? Þú heyri Ian Anderson. Viltu segja að ég sé til? Bara á hnykkinu? Já. Ha. Og ef þú kemst í færi við hann að segja hann það að ég sé raunveruleg manneskja á Íslandi og sé 65 ára og fan, þá ertu búin að gera æfina mína. Já. Bara veit að ég til. Þá munaði ekkert, bara veit að. Þetta er frábært, lofar. Engin pressa að þú lætur. Heyrðu, takk fyrir að horfa eða hlusta, því sem er að hlusta á Spotify. Og ég minn ykkur á það að mailin eða e-mail-adressan Tölvupóstfangið tira10.is og þið getið senda okkur hvað sem þið viljið. Við erum með áhugaverða manneskju sem viljið láta spjalla við eða hafa skoðanir á þættinum, og þið sem hafa sendt með mail, takk fyrir það, og við þakkum aftur Unnibirni fyrir komuna og takk fyrir að horfa eða hlusta. Hittumst heil. Bóla. Þetta var skemmtilegt. eins og krakkarnir segja, skemmtilegt. Já, ég glemdi að segja þér, ég er náttúrulega á nýju plötun hans, Ian Anderson, ég er á nýju plötun hans. Hún er á Spotify.